Laxdalshús var byggt árið 1795 og eina verslunarhúsið sem stendur eftir á 19. aldar kaupstaðnum í bænum og því elsta hús Akureyrar. Húsið var upprunalega byggt sem íbúðarhús fyrir kaupmann að nafni Georg Andreas Kinn sem hafði komið til bæjarins 2 árum fyrr. Húsið var byggt af Jóhanni P. Hemmert, verslunarstjóra Kinnsverslunar sem átti höfuðstöðvar í Kaupmannahöfn. Kinn var því fyrsti eigandi Laxdalshúss en hann var ekki við eina fjölina felldur og 1808 var hann dæmdur til ævilangrar fangelsisvistar fyrir skjalafals og fjármálamisferli. Eftir það eignuðust fyrirtækin Pakken og Komp Laxdalshús og gerðu það að verslun. Í nokkuð tíma eftir það var húsið yfirleitt notað fyrir verslun, kaup og sölur eða alveg fram eftir 19. öldinni. Sú verslun var rekin vel fram yfir árið 1900. Árið 1901 og 1912 gerðist hræðilegir viðburðir en þá brunnu næstum öll hús við hlið Laxdalshúss. Sagt að þarna hefðu kaupmenn vilja búa á byrjun seinustu aldar aðalega vegna þess að fjaran var svo nálægt og auðveldlega mátti tala saman milli skips og lands. Í norðurenda hússins voru 2 stofur og faktársíbúðin. Í suðurenda hússins voru 2 herbergi, í miðju húsinu var búr og eldhús. Og loftið var aðalnotað fyrir geymslu. Þessi 2 herbergi voru notað fyrir verslunarþjóninn og beiki. Beiki smiður hússins, eldgamalt orð. En lóð hússins eru 300 fermetrar og húsið sjálft eru 365 rúmmetrar. Og Laxdalshús einhæðar greindarhús með háu risi. Og grunnflötur hússins eru 13,5 metrar sinnum 6,4 metrar. Það eru margir eigendur hússins, en þeir mikilvægustu eru Stænki og Eggert Laxdal. Stænki var reyndar ekki mikið þekktur fyrir eigendur Laxdalhúsar. Hann var aðallega vegna þess að hann gerði mjög mikið fyrir bæinn. Hann stofnaði nokkur félög og var frumkvöðull sjónleikhalds á Akureyri. Hann hélt söngflokk, kenndi ungu fólki dans og að spila á gítar. Hann var einnig bókvörður á Amtbókasafninu. Hann var einnig líka fyrsti maður til þess að færa erlenda bækur og reikninga yfir á íslensku. Allmörgum árum áður en það var löglegt. Hann var svo vinsæll og traustmikill að menn báru til hans öll sín vandamál og sagt var að bændur voru nærðum því búin að byggja fjárhúskofa og skýra hann eftir Stænki. Eggert Laxdal maðurinn sem húsið var nefnt eftir. Hann eignaðist verslunina 1875 og lét hana frá sér 1902. Hann var vel virtur á bæjarbúðum og einnig einn áhrifamesti borgari bæjarins. Hann var einnig sagður vera frekar ráðríkur og satt lengi í bæjarstjórn og átti þátt í stofnun Framfélags Akureyrar 1879 sem hélt uppi margháttar menningarstarfsemi árabil. Til dæmis sunnudagsskóli fyrir iðnaðarmenn, alþýðufræðslur og meira. Húsið hét fyrst Kinnverslun eftir G.A. Kinn en var svo nefnt eftir Eggert Laxdal og fékk því nafnið Laxdalshús. Eftir Eggert Laxdal fékk maður að nafni Hallgrímur Davíðsson húsið árið 1912. Hann var síðasti verslunarstjóri sem lifði í þessu húsi. En árið 1942 eignaðist Akureyri húsið og friðaði það og gerði það síðan upp. Síðan þá hefur ýmis starfsemi verið í húsinu, til dæmis veitingasalur, skrifstofur, ýmsar sýningar og menningarviðburði. Við Laxdalshús stendur reynitré sem hafði sprott upp af eldra tré. Gamla tréið var tengt þjóðsögu frá kaþólskum tíma. Þjóðsagan fjallar systkini sem stunduðu syfjaspell og voru tekin af lífi vegna þess. Þau lofuðu upp á líf og dauða að þau voru saklaus og báðu Guð að sanna sakleysi sitt með einhverjum hætti eftir dauða þeirra. Guð sannaði það nokkurn veginn með því að planta reynitré af blóði systkinanna þar sem þau voru líflátin. Fólk dýrkaði þetta tré, færði fórnir og kveikti á kertum við hátíðleg tækifæri. Eftir siðbótina var barist fyrir tortumingatrjáa sem fólk hafði dýrkað. Sagan segir að það hafi reynst ókleift að fella tréð því það óx alltaf aftur og aftur sama hvað. Þetta tré talið vera elsta tré á byggðu bólu á landinu. Á svokallaðri Akureyrarvöku oft notað tréð í draugagöngunni og þá sagt frá þessari sömu þjóðsögu.